Hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum ennþá í frjálsíþróttum og erum að tala einmitt árið 2013 í frjálsíþróttum. Sigurbjörn Árni var að kveðja okkur hérna rétt áðan og núna gripum við á þessu sinni Þráinn Hafsteinsson, þjálfara ÍR-inga og Sunnlending og hjá mér í settinu fyrir þá sem voru kannski stilli núna þá er það Ólafur Guðmundsson, þjálfari HSK Selfoss. En Þráinn, komdu blessa og sæll. Já, sælir. Hvernig hefur það? Bara fínt. Já, og er ekki bara bongo blíða í Reykjavík? Jú, bara jólasnjór. Já, einmitt. En svona ef ég byrja að spyrja þig rétt svona fyrsta spurning ef ég setið beint í djúpurinn, hvað fannst þér svona standa uppi árið 2013 hjá þér í frjálsíþróttunum? Já, mér fannst að vera náttúrulega árangur Anítu. Hún verður þarna fyrst Íslendinga til að verða heimsmeistari ungmenna 17 ára yngri í 800 og svo seinna fyrsti Evrópumeistari Íslendinga í frjálsíþróttum unglinga. Já. Þegar hann vann 800 á Evrópumeistaramóti 19 ára yngri. Þetta er svona þar sem að stóðu upp og hún var að skrifa íþróttasögun upp á nýtt þarna. Já, alveg. Þannig að hún fór þarna, þetta er svona nýr áfengi sem að fólk kannski áttar sig, Íslendingar eru búin að vakna svolítið með það, hvað þetta er góður árangur hjá henni? Já, þetta er náttúrulega ekki nóg með hún inni, þarna HM 17 ára, hún setti líka heimsmeistaramótsmið þá að það er aldrei hlaupið hraðar á heimsmeistaramóti 17 ára yngri 800 kvenna, sko. Þetta er náttúrulega alveg ótrúleg árangur. Og þegar maður skoðar heimsmeistaramótsmetin í millivegalengdarhlaupum og langhlaupum þá er það bara Eþíópía, Kenía til skipti, sko. Svo kemur allt inn í Ísland. Það er svona smá heitastismunur hérna á milli. Já. En annars sko fannst mér að Anítu undanskilni sem er náttúrulega úlingur þá fannst mér úlingarnir rosalega vel á alþjóðamælikvarða og á þessu Evrópumeistaramóti til dæmis að úlingar 19 ára yngri þá eigum við sem sagt Evrópumeistara og svo eigum við 7. sæti í Örnu Stefaníu í sjöþrautinni og 7. sæti í sleggjukasti sem er Hilmar Örn Jónsson. Já. Þetta er náttúrulega árangur sem að hvaða þjóð getur verið bara stolt af, sko. Já. Þannig að í rauninni þetta ár eins og Ólafur komin á þetta er náttúrulega búið að vera alveg ótrúlegt að svona hvernig unga fólki er að koma sterkt inn þarna í frjálsíþróttum á stórmótunum. Já, þetta er bara miklu betur en við nokkuð tíma þekkt áður. Já. Svo voru þarna Sindri Guðmundsson úr Breiðablik í spjótkastinu og Kolbeinn Höður stóð sér mjög vel líka á þessum úlingamótum alþjóðlegu og bara, Hilmar Örn í greinunum allt árið og hann var nú bara síðustu kvöld að setja nýjasta alflokkametið, kastaði 5 kíló á kúlunni 18,60 með einhvern halvan metur. Já, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt. En svona, ef við horfum á, sko, þetta alþjóðlegu samhengi, sko, í fullorðins karl- og kvennaflokki, þá er þetta ár kannski ekki sérstaklega gott, sko. Nei. Því að Aníta var til dæmis svo eina sem náði lágmarki á heimsmeistaramóti í karl- og kvenna. Já. En það var tekin ákvörðun það að eftir allt þetta gengi úlingamótunum að þá myndum bíða með að fara á heimsmeistaramót fullorðina og valdi frekar að fara á eitt demantamót sem er svona minni pressa. En þó að við sem marga flotta úlinga sem er frábært þá erum við ekki komin allar leið með þá, sko. Nei. Það eru bara efnilegir. Eftir að nokkur ára dæmi framundan þar sem við þurfum að hlúa þessum frábæru efnum okkar og sjá til þess að við fáum nægilega flotta þjálfun aðstöðu og tækifæri til að keppa nógu mikið erlendis við sína jafninga. Þannig að pressan er eiginlega meira á ykkur Óla heldur en kannski þáttökundum eða? Já, hún er ákveðin pressa á þjálfaran og stjórnendur að venda utanumhald og finna mót og allt þetta. Já. En eins og Þráinn er að segja og við vorum að segja
það er einstaklega gott ár hvað úlingana varðar og alveg sko frábært að sjá þannig að fjölda á svona efnilegum og góðum úlingum. En nú náttúrulega mikið að mótum alltaf í boði og næstu eiginlega bara hverja einustu helgi. Þetta aldrei of mikið að mótum í boði eða gott að hafa svona bara nú? Sko, mótaframboði hérna heima, það ekkert of mikið, sko. Nei. En fyrir úlingarna á aldrinum 15 til 22 ára þá kannski svona þokkalegt framboð. En leiður komin upp úr úlingaflokknum, þá ekkert óbáslega mikið framboð á mótum hérna heima. Nei. Svo eru líka alltaf að rekna með því að þriðjungur aðeim upp í helmingur af mótorum á Íslandi á sumrin að þau fari í vaskin út af slæmum aðstæðu vegna veðurs eða eitthvað svoleiðis. Já. Og hefur það einhver áhrif á árangur eða sagt keppanda alltaf? Já, það svolítið misjant, sko. Kastgreinarnar verða kannski minnst fyrir barðin á veðurfarinu á Íslandi. En hringhlaupin og spretthlaupin og þar sem það þarf að hlaupa alveg í botni, sko. Eins og í 100 metrum og þar getur verið mjög hættulegt að keppa í tindamis. Og hringhlaupin eiga náttúrulega alltaf í auka verjast þegar það er mikill vindur. Þess vegna leitum við svona mikið til útlanda í keppni. Hvernig, þú varst að tala að það séu fækka svolítið mótum eftir þeir eru orðnir fullorðna. Ólafur, ert þú að keppa nú mörgum mótum? Ég hef ég hef alveg keppt nú. Það bara vandlátur, keppi bara á því sem ég vil keppa. En svona ef við förum á mótin sem voru í boði hérna heima, hvaða mót svona stóðu uppi fyrir núna svona stærstu mótin? Að því þú kynnti mig nú sem þjálfara íringa, yfirþjálfari ír, þá mér náttúrulega mjög minnistætt, sko, að við sigrum bikarkeppnina 5. árið í röð og við unnum bæði karla- og kvennakeppnina og samanlagt. Já. Í fyrsta skipti í 30 ár, sko. Og það gerir okkur kleift að fara með bæði karla- og kvennalið í Evrópukeppni félagsliða í maí til Amsterdam á næsta ári. Já. En svo annað sem var stóra áfangi fyrir okkur íringa líka, við unnum stigakeppnina í úlingamestarmótunum 15 til 22 ára, bæði innan og svo utanast, 10. árið í röð. Já. Og það, eins og ég sagt við áður í viðtölum, að þá finnst mér það að vera besti mælikvarðinn á hvort að félögin að gera vel í barna- og úlingastarfinu, hvernig þau kom út úr þessu úlingamestaramóti. Já, okkurlega. Ég er alveg sammála Þráni þarna að þessi úlingsaldurinn, miðjualdurinn, það er mikill ómótaður leir, þannig að það þarf að halda vel utanum hann og reyna líka að fá fleiri, þannig að eins og bara á Háskársæðinu þá erum við 11-14 ára móti en það náttúrulega ennþá ómótaðari leir og mjög viltur leir, þannig að það þarf að halda mjög vel á spöðunum með það og enda sýnir að segja íringar hafa gert og Þráin náttúrulega þar í fararbroddi hafa gert mjög vel í þessum málum. En hvernig svona, finnst þér mikið búið að vera, finnur fyrir miklu framförum alltaf ár eftir ár í keppendum hérna á landinu? Já, það svona, þetta gengur alltaf dálítið í bylgjum, en mér finnst vera dálítið svona magnaður hópur af fólki á aldrinum svona 16 til 22, 34 ára núna. Það eru fáir hérna fyrir ofan sem það eru svona einstaklingar eins og Kári Steinn og Kristinn Torfason og Óðinn Björn og Hafdís sem eru þarna eldri, svo Kristinn kom aftur, en það er þessir árgangar þarna frá 16-17 ára upp í 23 ára sem eru mörgir og ef við vinnum vel með það á næstu árum að þá held ég að við ættum að eiga til dæmis góða möguleika að fara með mjög marga keppendur á Ólympíuleikana 16. En það verður náttúrulega alltaf að gera ráð fyrir ykkur með afföllum af þeim sem eru efnilegir, að sumir leggja ekki í það sem þarf, aðrir lendi í sannlega meiðslum og aðrir bara
kjósa að fara ekki þessa afreksleið sko. Akkurat. En svo að félagsliðunum hérna heima, eru nóga mörg félagslið að keppa í frjálsum? Mér finnst sko, til dæmis núna á silfurleikum í haust þá voru keppendur frá 29 félögum á landinu. Og það voru að koma af Vestfjörðum, Vesturlandi, Austurlandi, heilmikið af Suðurlandinu, heilmikið af Norðan. Þannig virðist vera svona unglingastarfið sé að eflast bara víða landið. Já. En það náttúrulega lang erfiðast að halda út þessi afrekstarfi. Og þá eru gerað svo miklar kröfur aðstöðu, þjálfun og alls konar svona umhald og sjúkraþjálfun og lækningar og hitt og þetta sko. Og það er bara ekki að færi margra félag að geta gert það. Nei. Og svo eru þeir þarna, ármenningar, þeir voru að stofna meistaraflokk aftur. Já. Já, mér finnst nú, ég hef alltaf verið talsmaður þess að byggja upp og byggja á yngri flokkastarfinu og alveg fólkið innan félagana. Verið á móti þessu að kaupa fólk eða fá fólk úr öðrum félögum, en við hjá við tökum á móti fólki sem vil koma til okkar. Já. En við sækjumst ekki eftir keppendum frá öðrum. Nei. Mér finnst nú sko að ármenningar hafa verið að vinna ágætt starfi yngri flokkonum undanförnum árum. En þetta er bara einhver leið sem að þeir kjósa og það getur vel verið að það beri árangur en oftast hafa svona tilfæringar endað með svona stóru falli. Já. Þetta verður ennst í einhver ár og svo er þetta búið. Já. Þú minnst, keppendur það ekki yfir í núna, Óli? Nei, ekki yfir í Nei, yfir í ármannafsakið. Jú, þeir eru reyndar ekki kepptu núna á aðvendu mótunum sem ökumenn. Jú, þeir fóru þarna alltaf að fara 3. Þannig að þetta er hrikalegt. Allir þeir 3 sem að gátu hugsanlega hlaupa í grindina fyrir mig, þeir eru allir farnir, þannig að ég veit ekki hvort ég nenni að halda mig við eittur enn. En svona öllu gamni sleftu þá náttúrulega vissulega var maður pínu svektur yfir að þeir skyldu fara núna því að mér svona finnst að það sé búið að vera að reyna að halda eitthvað svona svolítið utan með síðustu 4 ár en maður hefur ekki það völd að geta stoppa fólk af þannig að maður orkar bara góð skengis og sér það bara síðar þeir eru komað tilbaka. Já, þeir eru komað tilbaka. Já, en ég er nú alveg sammála Óla, mér fannst svolítið sárt að horfa upp á þetta því að það er búið að vera uppgangur á Háskásaðinu undanförnum árum og það var svona að vonast til þess að sá uppgangur geti haldið áfram og vissulega getur hann gert það þó einhverjir 2-3 hverjum úr hópnum sko. Jú, það er alveg fullt af efnilegum einstaklingum eins og vorum að tala um áðan og það er náttúrulega 2 sem leiða hópinn í Kalla Kvenna, Fjóla og Kristín Þór þannig að það er alveg það er bara, verðum að vinna á því sem að til er nógur efniðurinn en það er vissulega sárt að missa félaga svona, við erum komin þetta langt. En hvernig og aðeins að svona, einstaklis áfram í keppnir í Íslandi og það er búið að vera svolítið skemmtileg keppnir eins og í langstökki kalla svona á þessar leiktíð. Já, það hefur verið Kristinn Torfason og Þorsteinn Ingvar þeir hafa verið berjast en Þorsteinn hefur átt við meiðsli að stríða sem hann er loksins að ná sér út úr núna. En ég svona á kalla hliðinni þá fannst mér Guðmundur Sverrisson hann átti náttúrulega svona afrek ársins í kallaflokknum 80-66 í spjótkastinu. Já. Komin í 3. sæti frá á listanum frá upphæfi og eftir Einar Vilhjáms og Sigga Einars. Rétt á undan Sigga Matta, ekki? Jú. Já. Og þetta er strákur sem er búin að vera að berjast í þessu lengi og uppskar ríkulega í sumar. Já. Svona elstu hverja þraut þessi strákur. Og við við vorum að tala með áðan við náttúrulega
Við smeltum okkur hérna aðeins og ég er að segja líka, við kallum hann alltaf Einar Sverrisson hérna á það. Það ábygglega bara ruglað á þjálfarunum. Já, þið er náttúrulega að fara í ættfræðina, var það ekki? Já, hann er hérna. Við vorum búin að komast að því að þeir eru hann og Örn Davíðsson, þeir eru náttúrulega báðir hérna, ættaðir hérna á Suðurlandinu. Já, akkurat. En svo er hérna, en með þetta unga fólk sem er að koma núna upp og við erum væntanlega eftir að sjá meira til þeirra núna og vonandi næstu árum, er sem þetta aðal vinna núna hjá Fjárhagssambandinu og félögum, það er að reyna að halda utanum þetta efnilega fólk? Já, það er ekki nóg að standa sig vel á úlingameistaramótunum, hvort sem það er heimsmeistari Evrópu eða Norðurlanda, sko. Nú þurfum við að spýta í lófana og fara að koma þeim á heimsmeistaramóti, Evrópumeistaramóti í sumar. Það er svona fyrsta stóra móti sem að við þurfum að ná lágmörkum inn á og fara að standa sig og svo kemur heimsmeistaramóta næsta ári og svo ólympíuleikar þar á eftir, sko. Já. Og lágmörkin á Evrópumeistaramóti, þau eru svona skörinn í læri heldur en á HM og ólympíuleika. Þannig að ég vonast til þess að þau fái svona smjörþefin að stórmótunum með því að komast að Evrópumeistaramóti í sumar. Já. En það þarf að æfa sig að keppa á þessum stórum mótum og það þarf gríðarlega elju og vinnusemi til þess að komast í þennan hóp 20 besti í heiminum. Já. Þau hafa hæfileika til þess, það er engin spurning. Það er bara spurning hvort að þau vilja sjálf setja í það sem það þarf og hvort að við getum bakkað upp með þjálfun og aðstöðu og öðru utanumhaldi. Og missi ekki móðin á leiðinni. Já. Ólafur og Jón Arnar þekkja það kannski? Já. En Þráinn, svona í rétt árinni sleppir svona árið 2014, hvað verður svona stærstu verkefnin hjá ykkur í Ýringum? Við ætlum í fyrsta skipti í 20 ár að taka þátt í Evrópukeppni félagsliða sem verður í Amsterdam 24. maí og það er svona stór póstur í okkar starfi og svo ætlum við náttúrulega að verða Íslandsmeistarar og meistaramótinu félagsliða og vinna bikarkeppnina 7. árið í röð. Það er svona stefnan. Já. Og vonandi haldum við áfram að vinna úlingameistaramótin eins og við höfum gert síðustu 10 ár. Við erum með 700 iðkenda á þessu ári og vonandi komumst við í 800 virka iðkendur á næsta ári. Já, en Þráinn Hafsteinsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við biðjum að heilsa og gangi ykkur vel. Takk fyrir mig. Já, takk sem leiðis. Ólafur, ég ætla ekki að sleppa þér strax, ég ætla rétt að fara á HSK svæðisins áður en að við sleppir ef þér er sama. Já, ekki málið. Já, þannig að farið ekki langt, við ætla stutt skilaboð yfir aðeins í HSK Selfoss. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.